Nú í kafla 112 þá fréttir Hildigunnur að maður hennar hafi verið veginn og að Skarphéðinn hafi lýst þessu vígi á hendur sér. En hana grunar nú að fleiri hafi verið með honum, sem auðvitað rétt, þeir voru þarna 5 saman. Hildigunnur gerir hér svolítið óhuggulegan hlut, hún tekur skikkjuna flosanaut sem Höskuldur hefði verið klæddur í, hún þurrkar upp allt blóðið eftir vígið og inni, eða svona líkamsvessa á hana og setur skikkjuna svo samanbrotna ofan í kistu. Og við skulum muna þetta því að þessi skikkja mun koma aftur við sögu. Nú Þorgerður móðir Höskuldar, Þorgerður dóttir Hallgerðar og Glúms, hún heitir Ketilur Mörk sem mágur hennar, hann bróðir Þráins Sigfússonar sem var auðvitað giftur Þorgerðin en nú dáinn. Og Ketill líka tengdasonur Njáls, ég teiknaði þetta på töflu daginn með nörglu eftir þessu Ketill þarna í erfiðri stöðu vegna þess að hann tengist báðum ættunum í rauninni Njáli og Njálssonum og svo Sigfússonum og þá auðvitað Höskuldi. Nú Þorgerður minnir Ketill á að hann hafði lofað að hefna Höskulds ef hann yrði einhvern tímann veginn. Ketill lofaði því alveg en hann nú ekki alveg til í þetta núna og minnir á tengsl sín við Njál og Njálssyni, sem sagt að hann giftur dóttur Njáls. Hann samþykkir að Mörður lýsi víginu, Mörður Valgarðsson, og samber þetta plott Marðar við Njálssyni að hann taki sér málið. Og Mörður hefur hann ótrúlega sannfæringarkraft greinilega því að fólk veit hann slegur og veit það best af vantristanum en þegar hólminn komið þá nær hann einhvern veginn að tala fyrir öllum og allir fara að trúa orðum hans. Eins og honum tókst að ljúga þarna og koma á stað illindum á milli Njálssona og Höskulds Hvítanesgoða sem var til þess að þeir drápu hann. Nú þegar Mörður lýsir víginu í lok kafla 112 þá nefnir hann vottað öllum sárum Höskulds nema einu og það sárið sem hann veitti sjálfur því hann var auðvitað með í aðförinni að Höskuldi. Fólk veit það auðvitað ekki því að annars myndu þau aldrei samþykkja að Mörður tæki þetta mál að sér. Nú Njálssynir fá stuðning Ásgríms Elliða-Grímssonar sem tengdapabbi Helga Njálssonar og hann líka mikill höfðingi þannig að menn taka nú mark á honum og gott að hafa stuðning hans og svo í köflum 113 og 14 kynntir miklir höfðingjar sem vinir Ásgríms, þetta Guðmundur ríki og Snorri goði og það rosalega löng kynningin á Guðmundi ríka af því hann á svo svakalega góðum mættum, flottu kallarna og gott auðvitað að hafa hann með sér í liði og af því að þeir vinir Ásgríms þá býst Ásgríms við að þeir muni standa með honum og veita honum og Njálssonum lið í þessu mikla máli sem hann lýsta við Höskulds Hvítanesgoða. Það kemur hérna fram og það alveg gegnum gangandi að þetta þykir vera mikið níðingsverk að þeir Njálssynir og þeir hafi drepið Höskuld Hvítanesgoða og kannski erfitt að fá stuðning manna með því að því að Höskuldur hann var í rauninni veginn saklaus. Ólíkt mörgum öðrum eins og Gunnar, hann var ekki veginn saklaus, hann var réttræpur vegna þess að hann hafði ekki staðið við það að fara utan og að sem var dómur eftir að hann hefði vegið þarna Þorgeir Otkelsson. Þannig að Höskuldur, hann hafði í rauninni ekkert gert. Það voru bara lygar sem var borið upp á hana merði ástæða þess að þeir fóru að drápa Njálssynir. Þannig að þetta mikið níðingsverk, eða þykir það. Nú næstu kaflar fjalla mikið þennan liðsafnað. Flosi hann safnar saman mönnum í lið með sér en það ekki til þess að fara að hefna, heldur til að hafa með sér menn í málaferlum á Alþingi. Flosi mjög skynsami maður og hann vill miklu frekar að það náist sættir heldur en að það verði þarna hefndir og mikið mál upp frá því. Runólfur í Dal, við hitt hann áður, hann ritari sem Flosi talar við þarna í kafla 115. Runólfur líka skynsamur og hann ráðleggur Flosa að taka sáttum Njáls og passa sig á merði sem svikari. Það breytist reyndar í kafla 116 því að þar eggjar Hildigunnur ekki Höskulds Flosa frænda sinn til að hefna ekki sættast. Hildigunnur hún planar þessa eggin mjög vel þegar Flosi kemur heimsókn og tekur hann á mótunum eins og hann væri konungborinn, býður hann hásæti. Hann reyndar neitar því, hann vill ekki sittast láta hafa svona fyrir sér. Nú svo lætur hann fá sundurrifið handklæði til að þurrka sér á og það svona ákveðið tákn Höskuld. Svo grætur hún framan í hann svo hann sjái sorg hennar og segir við hann að Höskuldur myndi nú sjálfur hefna Flosa ef að málið væri öðruvísi. Og loks þá tekur hún skikkjuna sem hún hefði varðveitt með blóðinu og með líkamsvessum Höskulds og steypir yfir Flosa. Svo allt blóðið hellist yfir hann, þetta náttúrulega fella ógeðslegt. Og svo segir hún við hann, þessa skikkju gafst þú Flosi Höskuldi og vil ég nú gefa þér aftur. Var hann í þessi veginn,
Skýt ég því til Guðs og góðra manna að ég særi þig fyrir alla krafta Krists þíns og fyrir manndóm og karlmennsku þína að þú hefnir þeirra allra sára sem Höskuldur hafði á sér dauðum eða heiti hvers manns níðingur ella. Þetta náttúrulega hrikaleg eggjun hérna. Flosi verður alveg brjálaður við þetta, skiptir litum og segir þessi fræg orð. Eru köld kvennaráð, og það er auðvitað alveg típisk prófspurning og líka bara mjög mikilvægt fyrir lífið sjálft að vita hver sagði þetta og hvern og hvers vegna. Nú eftir þessa hrikalegu eggjun Hildigunar þá getur hann eiginlega ekki látið kyrrt liggja, hann reynir samt auðvitað ennþá sáttaleiðina, það er sú leið sem hann vill fara. Þannig er Hildigunnur alls ekki með þessa kristilegu fyrirgefningar hugsjón og sáttahugsjóna á lofti heldur vill hún hefnd fyrir mann sinn. Flosi fær hana enn með sér lið, það er Ingjaldur á Keldum. Hann er líka í svolítið erfiðri stöðu eins og Ketill og Mörk því hann er tengdur bæði Flosa og Njáli. Ingjaldur er bróðir Hróðnýjar sem er hana ástkona Njáls eða hafði verið ástkona Njáls og móðir Höskulds Njálssonar, launsonar hans. Og svo er Ingjaldur líka giftur frænku Flosa sem er þraslög bróðurdóttir Flosa. Þannig að hann getur ekki neitað Flosa að hann fylgi honum í liði en á svolítið erfitt með að fara gegn Njáli Njálssoni. Þetta heldur áfram, Flosi safnar liði, leggur á ráðinu málaferli og sættir en ekki hefndir en stöðugt koma upp þeir sem vilja frekar hefndir eins og til dæmis Grani Gunnarsson og Gunnar Lambason vilja hefndir og drepa eitthvað fyrir þetta. En Ketill og Mörk sem er náttúrulega í báðum liðum eins og við höfum séð, hann vill auðvitað sættir af því það er best fyrir hann og í rauninni best fyrir alla finnst honum og fleirum en sitt sýnist auðvitað hverjum. En það er skynsamlegt, það er ljóst að þeir sem vilja taka sættir en ekki hefna eru þeir sem eru skynsamir í sögunni. Það er skynsamlega leiðin. En svo í kafla 118 þá er hann sagt frá Njálssonum, þeir fara til Ásgríms Ellagrímssonar á leiðinni á Alþingi og Njáll fer með þeim því að þótt að hann harmi auðvitað dauða Höskulds Hvítanesgoða og að það skulle hafa verið hans synir sem ollu því, þá er það, segir hann, sómi minn að skiljast eigi við yðurvart mál meðan ég lifi. Og hann segist þetta mun standa með sonum sínum, hann getur ekki annað en staðið með sínum sonum þrátt fyrir allt. Nú þarna eru nokkri fleiri höfðingjar sem styðja þá, það er auðvitað Ásgrímur og Ásgrímur styður þá því að hann er auðvitað tengdafaðir eins Njálssona, dóttir hans er gift Helga. Svo Hjalti Skeggjason, hann styður þá líka, synir Holta Þóris eru þarna kynntir að koma fram og þeir eru með þeim í liði. Þeir fara því með nokkurt lið með sér á Alþingi og svo í næstu köflum sem ég fjalla síðar, þegar hún komin á Alþingi og þar heldur þessi liðsafnaður áfram. Þar ganga Njáll og synir Alþingi með Ásgrím Ellagrímsson í fararbroddi og þeir reyna að fá með sér í lið hinna ýmsu höfðingja til að standa með sér í sínum málstað. En það sem eftir stendur hér er auðvitað það að Höskuldur Hvítanesgoði sem var afar góður maður, heiðarlegur og góður maður, hann er fallinn. Það voru Njálssynir sem drápa hann og þeir drápa hann ekki vegna þess að hann hafi gert eitthvað, heldur aðeins vegna þess að Mörður Valgarðsson hafi verið með rópurð. Hann hafi verið að ljúga upp á Höskuld ýmsum atriðum sem urðu til þess að Njálssynir trúðu að lokum og fóru að drápa Höskuld. Þannig að þetta er mikið níðingsverk. Það er mjög slæmt að þetta hefur gerst. Njáll er búinn að spá fyrir að þetta muni valda dauða hans og konu hans og allra sona hans og upp úr þessu spinnast auðvitað miklir atburðir sem við munum sjá í næstu köflum.